Komiði sæl, kæru fundargestir, og það mikil heiður fyrir mig að fá að vera hér með ykkur í dag og það mikil heiður fyrir mig að fá að taka þátt í þessari mikilvægu baráttu sem að nú stendur yfir með ykkur. Og ég ætla hér, eins og þau sem undan mér hafa talað, að segja frá því hvers vegna ég hyggst segja nei 29. ágúst næstkomandi og hvers vegna ég tel að verkafólk á Íslandi eigi að gera neiið að sinni afstöðu. Fyrir mér það svo að spurningin aðild snýst ekki bara tollamál, gjaldmiðla, vexti eða viðsjárverða tíma. Hún snýst völd. Hún snýst það hver mótar samfélagið okkar og hver ber kostnaðinn af þeim efnahagslegu ákvörðunum sem teknar eru og í þágu hverra þær eru teknar. Frá sjónarhóli verkafólks á þetta að vera lykilatriði. Aðild að Evrópusambandinu í þágu verkafólks, því fólki sem öll verðmæta sköpun samfélagsins hvílir á. Afstaða mín sú að verkafólk á Íslandi hafi ríkar ástæður til þess að hafna inngöngu í Evrópusambandið. Ég trúi því að aðild að sambandinu muni veikja stöðu okkar. Pólitískt vald verður fært fjær okkur, lýðræðisleg geta okkar til að verja tilveruskilyrði okkar og hagsmuni, geta sem varin ríkulegum lagalegum réttindum sem þau sem á undan okkur fóru börðust fyrir, mun að mínu mati óumflýjanlega minnka og þrýstingur mun aukast á okkur að aðlagast reglum sem mótaðar eru út frá hagsmunum því sem næst allra annara hópa en verkafólks. Fyrst mikilvægt að hafna þeirri hugmynd að Evrópusambandið sé einföld tæknileg lausn, laus við alla hugmyndafræði. Þvert á móti sambandið hápólitískt og hefur gríðarmikil stefnumótandi völd. Frjálst flæði fjármagns hefur forgang og hreyfanleiki svokallaður vinnuaflsins grundvallaratriði og þetta ekki tilviljun heldur grundvallar skipan sambandsins. Mögulega mun Ísland geta sótt einhverjar undanþágur þótt slíkt sé ólíklegt en undanþágur frá þessu munu aldrei fást og það alveg ljóst. Og fyrir verkafólk skiptir þetta mjög miklu máli. Þvert á það sem fjölmennur hópur jáfólks heldur fram sambandið ekki hannað til þess að tryggja félagslegt réttlæti. Því fer í raun fjarri. Sambandið eins og allir þurfa að geta viðurkennt þvert á móti hannað til að tryggja að efnahagsleg og pólitísk valdastétt Evrópu geti athafnað sig án of mikilla truflana frá alþýðu fólki í þjóðríkjum sambandsins, fólkinu sem að sjálfsögðu vill fá að hafa aðra stöðu en að vera aðeins hreyfanlegt vinnuafl auðvaldsins. Þegar togstreita verður mikil á milli félagslegra réttinda og svokallaðar samkeppnishæfni alveg ljóst að hagsmunir verkafólks verða látnir víkja. Og þetta getum við séð alla Evrópu. Við getum skoðað skelfileg dæmi eins og af Grikklandi, þar sem að hagsmunum grískrar alþýðu var fórnað með skelfilegu kaldlyndi til að bjarga þýskum og frönskum bönkum. Við getum séð það í tilveruskilyrðum alþýðu fólks á Spáni og í Portúgal og við getum séð það í aðstæðum verkalýðsfélaga í Póllandi og því sem að þau þurfa þar að takast á við. Og svo getum við séð það með mjög skýrum hætti þegar við skoðum stéttarfélagsaðild í álfunni allri. Þá getum við séð ásamt því að skoða aðra þætti hver það sem eru látin bera byrðarnar þegar kreppur kapítalismans, kerfisins sem við öll búum inn í, hvort sem við viljum það eða ekki, skella á, því að þær munu ávallt skella á. Það verkafólk og fjölskyldur þeirra.
aðhaldsstefna, niðurskurður, aðför að allri opinberri þjónustu, grófar árásir á samningsstöðu launafólks, allt þetta innleitt af hörku í nafni stöðugleika og þess að við verðum að axla ábyrgð og við sem hér sitjum þekkjum öll þessa orðræðu frá Icesave tímanum, þar sem að við áttum einmitt að axla ábyrgð á föllnum bönkum. Önnur ástæða til að segja nei sú að innganga í Evrópusambandið myndi færa mikilvæg stjórntæki lengra frá íslensku samfélagi. Samfélagi okkar sannarlega ekki gallalaust, það vitum við öll og það í raun óþarfi að fjölyrða það. En í svo litlu landi og fámennu þjóðfélagi gríðarlega mikill kostur fólkin í því að hafa mikinn og iðulega beinan aðgang að æðsta valdafólki. Segja má að þessi mikla nánd sé eitt af höfuðeinkennum okkar smáa norræna velferðarsamfélags og það hlýtur að vera ljóst að því fjær sem ákvarðanir efnahagslega umgjörð, vinnumarkað og félagslega þróun færast, þeim mun erfiðara verður fyrir verkafólk að hafa raunveruleg áhrif. Við eigum ekki að fallast á svo þrönga skilgreiningu á lýðræðinu að það snúist bara að kjósa á nokkur ára fresti. Raunverulegt lýðræði felst í því að samfélagið hafi tæki til að verja sig, breyta stefnu, beita pólitískum þrýstingi og móta eigin reglur. Ef þessir mikilvægu möguleikar okkar veikjast, færast þangað þar sem áhrif okkar lítil, augljóst að staða okkar, verkafólks, mun veikjast gríðarlega. Ef við horfum á söguna sjáum við að verkafólk hefur ekki bætt tilveruskilyrði sín og unnið mikilvæga sigra vegna velvildar eða vegna þess að hér á Íslandi svo agalega gott fólk með svo merkileg gildi. Nei, hér hefur verkafólk unnið stórkostlega sigra og bætt líf sitt og barnanna sinna með skipulagningu, þrýstingi, samstöðu og markvissri baráttu innan þess pólitíska rýmis sem til staðar í samfélaginu sem við byggjum. Og þess vegna eigum við að standa gegn því af öllum krafti að valdið til að ákvarða eigin möguleika færist djúpt inn í búrókratískt stofnanaveldi evrópskrar valdastéttar. Ísland býr við mjög háa og stéttarfélagsaðild og mjög sterka stéttarfélagshefð og við höfum gríðarlega hátt skipulagsstig á meðal almenns launafólks. Og í raun það svo, og af þessu eigum við að vera stolt, að hvergi á byggðu bóli jafnhá stéttarfélagsaðild og hér á landi. Við eigum að standa saman að verja þetta einkenni landsins okkar. Þetta hefur verið ein mikilvægasta vörn verkafólks gegn því að misskipting aukist hraðar en raun ber vitni. Og að sjálfsögðu íslenska vinnumarkaðsmódelið ekki fullkomið, ekki frekar en neitt annað sem að mannanna verk hafa skapað, en út frá sjónarhorni vinnuaflsins það engu að síður það besta í heiminum, eins og rakið með mjög samferðandi hætti í nýrri grein Stefáns Ólafssonar í Heimildinni. Við eigum að hlusta og við eigum að taka það mjög alvarlega þegar ráðherrar, atvinnurekendur og fulltrúar velsettra hópa tala að auka þurfi aga á vinnumarkaði. Við eigum að taka eftir því að sú orðræða, hún beinist ekki að auðvaldinu, hún beinist ekki að leigusölum, hún beinist ekki að opinberu sjálftökuhópunum, nei, hún beinist að verkafólki. Við eigum að sætta okkur við minna, við eigum að krefjast minna og við eigum að berjast minna. Og staðreyndin sú að ef Ísland gengur inn í Evrópusambandið, þá verður þessi hugsunarháttur, þessi nálgun á samskipti vinnuaflsins og þeirra sem ofar í stígveldi þjóðfélagsins brinnvarinn af stofnanaramma sem sér hreyfanleika vinnuafls og samkeppnishæfni sem augljós markmið sem einfaldlega sé búið að ljúka allri umræðu Það ekki tilviljun að þau sem vilja aga vinnumarkaðinn tala fyrir lausnum sem færa valdið frá verkafólki yfir til alþjóðlegra stofnana sem starfa á forsendum markaðsins. Verkafólk á ekki að samþykkja að það sé á okkar ábyrgð að laga okkur að kerfi sem hannaður með hagsmuni annarra í forgrunni. Við eigum að standa saman
og berjast saman fyrir betra lífi fyrir okkur og börnin okkar. Og svo vil ég einnig fá að segja að það ekkert andlýðræðislegt við það að ætla að segja nei við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þvert á móti. Að segja nei getur auðvitað verið skýr og ábyrg lýðræðisleg afstaða. Það felur til dæmis í sér að hafna því að fleiri tæki samfélagslegrar sjálfstjórnar séu færð frá almenningi og það felur í sér að verja þá möguleika sem enn eru til staðar til að byggja upp samfélag á forsendum samstöðu fremur en samkeppni. Verkafólk á Íslandi hefur ríka ástæðu til þess að segja nei við inngöngu í Evrópusambandið. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn, heldur vegna þess að við trúum á eigin styrk. Ekki vegna þess að við séum fávísir einangrunar sinnar, heldur vegna þess að við ætlum að verja lýðræðisleg réttindi okkar til að berjast fyrir betra lífi. Ekki vegna þess að við höfnum samvinnu á milli þjóða, heldur vegna þess að við höfnum þeirri samfélagssýn að markaðurinn eigi alltaf að ráða ferðinni. Kæru fundargestir, því miður hafa stjórnvöld gefist upp á verkefninu að tryggja að Ísland sé frábært land fyrir okkur öll sem hér búum. Þau hafa því miður gefist upp á því að standa vörð velferðarsamfélagið, samfélagsgerð sem að barátta verkafólks á síðustu öld færði okkur. En við eigum ekki að gefast upp. Við eigum, eins og hér hefur áður komið fram, að vera stolt af sögunni okkar. Við eigum að vera stolt af því sem að gerir okkur sérstök, það sem að gerir okkur í raun einstök. Og við eigum að varðveita það. Þau sem að skilja eigið verðmæti, þau sem að skilja verðmæti landsins síns og þjóðfélagsins, þeim mun vegna vel. Það ég sannfærð. Ef við trúum á raunverulegt lýðræði, hlýtur það að snúast rétt fólksins sem vinnur vinnuna, skapar verðmætin og heldur samfélaginu gangandi til að verja eigin hagsmuni. Sá réttur, hann myndast ekki í þögn og honum ekki viðhaldið með þögn og undirgefni. Rétturinn tilkominn vegna baráttu og skýrrar pólitískrar afstöðu og þannig mun þessi réttur lifa. Við ætlum ekki að segja nei á hræðslu, þvert á móti. Við segjum nei vegna þess að við þorum að axla ábyrgð á okkur sjálfum og á samfélaginu okkar. Nei lýðræðisleg afstaða, nei vörn gegn því að vald yfir samfélaginu færist enn fjær okkur og enn nær þeim öflum sem vilja aga vinnuaflið í nafni samkeppnishæfni. Og þess vegna eigum við sem tilheyrum stétt verkafólks að standa saman, hafna undirgefni og segja hátt og skýrt þann 20. og 9. ágúst nei, nei og aftur nei við Evrópusambandinu. Takk fyrir.